Þá fjórði liður sem tillögu að samþykktum stjórn framkvæmdar Sitra framhald síðar umræðu. Langar aðeins að opna, þá umræða ekki orðilaust. Við Guðfinna höfum örlítið rætt saman, kannski minna heldur en við ætluðum okkur, það nú komið ýmislegt til, veikindi og fleira. En við höfum aðeins rætt þetta efnislega og það nokkuð ljóst að það sem helst stendur út af að við séum alveg fullkomlega samtaka þá tillögu sem að hefur þróast og liggur fyrir. Það fjöldi fulltrúa í sveitarstjórninni og það byggðaráðið. Það var komin fram hugmynd og tillaga í síðustu útgáfu af tillögunni að það yrðu 5 fulltrúar í sveitarstjórninni og ekki byggðaráð. Það vissulega ákveðin leið. Við útreikning á aðalbókara þá kom fram að þetta miða við að 5 manna sveitarstjórn myndi koma saman það bil 20 sinnum á ári og ákveðna breytingu á hlutfallstölum launakjara af þingfararkaupin. Þá gæti þessi föstu laun sveitarstjórnarfulltrúanna lækkað 1 milljón á ári. Alveg rétt það bil 1 milljón tæplega. Ef að aftur á móti sjáum fyrir okkur 7 manna sveitarstjórn sem myndi koma saman jafn oft og hafa sömu launakjör og var nú sett fram svona sem hugmynd í þessum útreikningi hjá aðalbókara, að þá myndi verða 2 milljón króna hækkun frá núverandi stöðu. Þá ég að tala bara föstu laun. Þriðja leiðin auðvitað til og hún svo að halda óbreyttu kerfi. Það 7 manna sveitarstjórn og byggðaráð. Það hefur verið farið yfir nokkuð svona bæði kosti og galla þess hvort að það 5 manna eða 7 manna sveitarstjórn og það auðvitað ýmsir fletir á báðum útgáfum. Það hefur líka verið rætt allmikið hlutverk byggðaráðs og hvernig það spilar inn í heildarstjórnsýslu sveitarfélagsins og það ég hygg að við þurfum að ræða þetta svolítið betur og dýpra. Ég hef allavega ákveðna löngun til þess að þegar við stöndum upp frá þessu vinnu og afgreiðum þessa samþykkt að þá séð við helst samstiga í því. Það verði ekki ósamstöðu að ræða. Þannig að við þurfum að ræða okkur saman að einhverju niðurstöðu og hún liggur ekki fyrir núna þessum fundi, þannig að ég geri það tillögu minni að við frestum þessari afgreiðslu til næsta fundar og setjum okkur að klára þetta á því tímabili. En þá ætla ég ekki að orðilust, gera svo, Magnús. Já, mér finnst náttúrulega ekki svona í réttum anda að auka kostnað við yfirstjórn. Það svona eiginlega það sem ég vil allar síst gera og þannig að 7 manna sveitarstjórn hittist á 2 vikna fresti það dálítið bratt, það dálítið erfitt, ég alveg sammála því. Það önnur millileið sem kom ekki fram hjá þér en sem svona kannski einhvers konar millileið sem hægt að lenda á, að það hreppsráð það verði til staðar á sem sagt skráð og kallað til
ef mönnum þykir það þurfa. En sjömanna sveitarstjórnin fundi samt sem áður bara einu sinni í mánuði og stundum getur það gerst að eitthvað aðkallandi og þá hægt að kippa henni í hreppsráðinu og afgreiða málin. Þar með erum við svolítið að svona hlut, þá erum við að nýta sem sagt þessa hugmynd byggðarráðin að sem sagt flýta fyrir afgreiðslu mála. Með því að hafa það fast inni, þá verður náttúrulega þurfa að borga öllum regluleg laun, en með því að hafa það svona tilkipilegt, að þá er kostnaður örugglega miklu minni. Hreppsráð getur afgreitt sumarfríið og getur komið inn á svona, erfiðum stundum. Takk. Aðeins áður ég gef fleirum orði að benda á að ef að byggðarráð til staðar og verið í ætluð ákveðin verkefni lögum og við þurfum að skoða það mjög vandlega allavega. En þá var næst Valdarskrá Guðfinna. Já, ég ætlaði með þessaru sem að Magnús er að lýsa að við séum með 7 manna sveitarstjórn eða fulltrúa, þá erum við náttúrulega að tryggja svona, lýðræðið dálítið gott að því leyti að sveitarfélagið náttúrulega verið sameinað. Það eru mörg það eru svona eldri sameinaðir hreppar, þannig að meira lýðræði því, það eru þá fleiri sem að hafa tök á að koma að sveitarstjórn. Og svo líka það, ef við gerum ráð fyrir þessu, og ég tek undir með Guðmundi í því að það væri jákvætt ef við gætum staðið saman að loka afgreiðslunni, og ef við höfum eftir sem áður þessa 7 fulltrúa í sveitarstjórn og miðaðist við það að sveitarstjórn fundaði einu sinni í mánuði, við myndum gera ráð fyrir hreppsráðinu en ekki hafa þar föst laun. Við myndum þá bara borga fyrir eins og nú er. Við myndum bara borga fyrir hvert fund og það svolítið munur á því, og þá kannski ekki endilega nauðsynlegt að funda einu sinni í mánuði hjá hreppsráði. Það myndi þá vera tiltækt yfir sumarið eins og Magnús segir og það fær þá bara greitt fyrir það þegar það nauðsynlega þarf að funda, og eins og réttilega bendir á ef hreppsráð þá eru því falin ákveðin verkefni og við getum líka breytt því í samþykktunum það sem hægt hvaða hlutverk hreppsráð eða byggðarráð hefur hjá okkur. Takk. Steindór? Já, ég ætlaði bara að taka undir með öllum. Ég held að væri ágætt að fresta þessu einn fund og til þess að ræða þetta betur, og svo er ég sammála Magnús, það mætti segja nefnilega hreppsráð. Ég held að þetta sé nú, það segir hreppsráð annist ákveðna hluti eins og við höfum nú oft, allavega ég oft svona bent á sé það ekki öðrum fali. Ég held að það svolítið í okkar valdi hverjum við felum. Hreppsráð þarf ekkit endilega að tala grindina fjárhagsáætlun held ég þó að það sé til staðar. Við getum eins ákveðið það sé sveitarstjórn eða starfslið skrifstofu leggi það fram og sveitarstjórnin þurfa að ræða það, og þannig að við aðeins að fara betur í gegnum þetta, en ég tek undir það líka að það væri mjög náttúrulega æskilegt og gott ef við getum svona sameinast eina bara tillögu, eina góða tillögu. Takk. Aðeins áður en ekki fleiri voru varðandi þetta með byggðarráð og fjármálastjórnum, þá ég ekki með lögin en fyrir fram mig, en ef ég mann það rétt þá það efnislega orðað þannig að byggðarráð fari með fjármálastjórn sveitarfélagsins ásamt framkvæmdastjórn. Sé það ekki öðrum falið, held ég nefnilega. Já, það geti verið, ég þori ekki að fylgja en þetta, eins og ég sagði áðan, þetta þarf bara hreinlega að skoða vel. Og ég tek alveg undir það að það má alveg skoða þá leið að það sé bara greitt fyrir þá fundi sem að boðaðir og setnir og það geta verið bara ákveðin verkefni sem að byggðarráðið fæst við, og það ekki að funda endilega samkvæmt dagskrá í hverjum einasta mánuði.
það er einn flöturinn af fleiri sem við þurfum að skoða þessu, en næstur á menntaskráðu Magnús. Það var bara þessi lína sem ég ætla að koma með. Það stendur í lögunum nema að öðrum sé það falið, fjármálastjórn í byggðarráði. Þannig að við getum stjórnað þessu. Síðan tókum við saman smá samantekt yfir bara fjölda fulltrúana, að það er í allra minnsta hreppnum sem við skoðum, sem Hrunamannahreppur, þar er íbúafjöldin 784 og fulltrúar í sveitarstjórnir 5, en síðan kemur Blönduós, Bláskógabyggð, Grundarfjörður og svo framvegis upp í Hornafjörð, allir með 7 utan Fjallabyggð með 9. En það eru all sveitarfélög á þessari stærð undir og yfir eru með 7 fulltrúa. Þannig að og það er annar punktur sem kannski verðst að draga fram, að hugsunin í nýju sveitarstjórnarlögunum er þessi að það er að auka lýðræðið og fara meira í þá átt að auðvelda fólki aðkomu, og með því að fækka þeim þá erum við að minnka möguleikana á nýjum litlum framboðum, og þannig að þetta er svona ekki, eins og sagt kannski ekki alveg í anda lagana. Það er eiginlega það sem vilja koma fram með því. Takk. Fleiri sem að vilja kveða sér ljós. Það er kannski að rjóna við þessa tillögu að afgreiðslu að sé frestað til næsta fundar og oddvita, álista og bara Guðfinnu og Guðmundi sé falið að vinna áfram að málinu milli funda. Hvað segir það? Það var fínt. Já, ég vil líka bara spáði kannski allt til að velta það fyrir sig hvort það þurfi yfir höfuð að hafa hreppsráð. Ef við erum 7 og það sé 1 fundur í mánuði, svo sé þá bara aukafundur ef það kemur eitthvað aðkallandi upp. Þetta er bara eitthvað sem maður má skoða líka. Vissulega, það er ein leiðin. Takk. Þá þarf bara að borga 4 fleiri. Það er það sko, sem bara, ef það er bara sveitarstjórn, ef maður hessaði bara þegar þarf, og mótið er að lagt niður og sveitarstjórn 7 og bóðan aukafundur þegar þarf, þá er það bara 4 viðbót. En annars er það til lagi sko. Takk. Þeir sem geta samþykkt þetta svona gjör svolítið að gefa merki. Það er samþykkt samljóða.